Jæja, velkomin í umræðina. Í dag ætlum að taka fyrir einn af þessum stóru eilífu spurningum trúarinnar. Þessa tókstreitu milli skilyrðislaust trösts og þessara mannlegu tilhneigingar til að efast. Við þekkjum þetta öll. Þegar allt gengur vel þá er auðvelt að treysta, en hvað gerist þegar við stöndum frammi fyrir eyðimörkinni? Þegar allt virðist bara glatað. Akkurat. Og það er einmitt þar sem kjarni málsins liggur. Er trúasambandi einhvers konar prófstein þar sem eina rétta svarið er óbillandi traust sama hvaða dýnur? Eða er það kannski, lifandi samband þar sem efi, reiði og jöpes þræta við Guð er eðlilegur og kannski nauðsynlegur hluti af ferlinu? Meriba úr annarri Mósebók og ég mun halda því fram að boðskapurinn þar sé afdráttarlaus. Okkur ber að treysta á gæsku Guðs án þess að freista hans og að þessi krafa sé kjarnin í öllu trúarlífi. Já, en ég mun hins vegar færa rök fyrir því að þessi saga og textarnir sem henni tengjast sýni okkur allt aðra mynd, að Guð mæti mannlegum veikleika og örvendingu af skilningi og að jafnvel í miðri þrætu geti náðin opinberast. Byrjum þá á kjarnaminnar afstöðu. Allir textarnir sem Þabút tengir saman frá annarri Mósebók yfir í Sálm 94 og svo Rómverjabréfið, þeir hringsnúast í raunum eitt og sama þemað. Traust. Sálmurinn segir að beinlínis, með vísan í atburðinni í eyðimörkinni, harðið eigi hjörtu yðar. Þetta er ekki tillaga, þetta er viðvörun. Atburðinu við Massa og Meriba er bara sorglegt dæmi hvað gerist þegar fólk hunsar þessa viðvörun. Það stendur frammi fyrir þorsta og í stað þess að biðja Guð um hjálp, þá ásakar það hann. Það efast grundvella gæsku hans. Já, en bíðum við. Er það í raun að veru sanngjarnt að kalla þetta bara ásökun? Þetta fólk er með börnin sín og búfenaði í mylri eyðimörk og það er bókstaflega að deyja úr þorsta. Er örvæntingaróp þeirra ekki skiljanlegt? Er það eingöngu vantrú eða er það líka bara mannlegur ótti við raunverulegan dauða? Er drottinn meðalvor eða ekki? Þetta er ekki bæn, þetta er prófraun, þau eru að ögra Guði. Það bendir á að þessi grunur í garð Guðs sé eins konar frumsynd sem eitrar allt og andstæðan er svo skýr þegar við lítum til samversku konunnar í Jóhannesar Guðspjalli. Hún er líka þyrst en hún kemur með opinn huga. Hún er tilbúin í samtal og þess vegna getur hún þeyfið lífandi vatn. Hún er fyrirmynd trúar sem tekur við á meðan fólkið í eyðimörkinu krefist og hafnar. Ég kaupi það samt ekki alveg því þú ert að hunsa mikilvægasta atriðið í allri sögunni. Hver er niðurstaðan? Guð bregst við. Hann gefur þeim vatn úr klettinum. Þrátt fyrir þessa prófraun og þessa þrætu mætir hann þörf þeirra. Hann lætur þeim ekki deyja. Ef boðskapurinn væri eingöngu þið áttuð að treysta og fjallið á prófinu, hefði hann þá ekki átt að refsa þeim. En hann gerir það ekki, hann bjargar þeim. Og það breytir öllu samihenginu. Ég myndi kannski orða það þannig að náðin afsaki ekki syndina. Það að Guð grípi inn í síni langlindi hans ekki að hegðun fólksins hafi verið í lagi. Þetta er svona eins og þegar foreldri gefur barni sem er í frekjukasti það sem það vil, ekki til að verðluna frekjuna heldur að því að þörfin er raunveruleg. En lærdómurinn er samt sem áður, ekki haga þér svona aftur. Og viðverunin í Sálmi 94 er sönnun þess. Já, en það er nefnilega svo athyglisvert að staðurinn fær nöfnin Massa sem þýðir prófaraun og Meriba sem þýðir þræta. Þessi atburður er ekki falinn eða afmáður, hann er festur í minni þjóðarinnars sem grundvallar reynsla. Það er ekki bara verið að segja þetta voru mistök, heldur þetta er hluti af sögu okkar með Guð. Og það sem meira er, og þetta er lykilatriði að mínu mati, eftir þennan atburð verður kletturinn eitt af þekktustu heitum Guðs í Ísrael. Sjálf ták átakana verður að táknum trúvesi Guðs. Það er ekki saga brest, það er saga umbreytingu. Öfi og þræta breytast í vitnisburðum náð. Þú túlkar þetta sem umbreytingu, ég sé þetta fremur sem anstöðu. Lærdómurinn er að reiða sig á klettin, ekki að þræta við hann. Aðalatrið er valið sem við stundum frammi fyrir og hverjum einasta degi. Í dag, ef þér heyrir raust hans, þá herðið ekki hjortuð ykkar.
Þabat útskýrir þetta vel með vísan í Sema Ísrael bænina sem eina grundvallabænum gýðingdóms, hlusta Ísrael, að hlusta kjarni trúarinnar. Það virk athögt trausts. Fólkið í eyðimörkinni, það neitaði að hlusta. Það lokaði eyrunum og opnaði munnin til að þræta. Það grundvallamunur þar á. Það? Ekki allt Gamla testamenti fullt af fólki sem hlustar og þrætir á víks? Abraham sem prútar við Guð Sódómu, Jakob sem glímir við Guð, Jobb sem krefst svara, Davíð í sálmunum sem hellir úr skálum reiði sinnar. Þetta allt bara dæmi harðnað hjarta? Eða þetta merki lífandi og flókið samband þar sem pláss fyrir allt litróp mannlegra tilfinninga? Móse sjálfur hrópar til Guðs í örvæntingu. Hvað á ég að gera við þetta fólk? Eftir litla stund munu þið grýta mig. Hann þá líka með harðnað hjarta? Nei, og þar einmitt munurinn sem ég til svo mikilvægan. Móses hrópar til Guðs. Hann snýr sér að honum í neyðsinni. Fólkið snýr sér gegn Guði, þá ásakar hann. Móses spyr hvað á ég að gera, en fólkið spyr, ertu yfir höfuð hér og ertu góður? Þetta eru tvær gjörólíkar afstöður. Önnur kemur frá trausti, þó það sé reynt, en hinn kemur frá vantrausti. Þessi spenna sem þú nefnir einmitt það sem trúin á að hjálpa okkur að yfirstiga, ekki réttlæta. Cesar og hann svarar ásökunum fólksins með því að gefa þeim vatn. Kannski boðskapurinn ekki sá að við eigum að vera fullkomin í trausti okkar, heldur að Guð fullkomin í trúfesti sinni, jafnvel þegar við erum það ekki. Salmur segir að feðnir hafi séð dáaverk Guðs í 40 ár, en samt farið villir veg. Það sýnir hversu viðkvæmt mannlegt traust Það staðreind ekki bara einhver siðferðisbrestur. Og það nákvæmlega þess vegna sem nýji sáttmálinn svo gríðarlega mikilvægur. Hann leysir þessa tókstreitu. Páll póstuli í Rómverjabréfinu gefur okkur það sem fólkið í eyðimörkinni skorti, ófrykjanlega þunnun. Hann segir ekki, þið verðið bara að trúa á Guð elski ykkur. Hann segir, sönnunin fyrir kærleika Guðs þessi. Kristur dó fyrir okkur á meðan við vorum enn syndarar. Þetta sögulegur atburður, fastur punktur sem á eyða öllum efa. Við þurfum ekki lengur að spyrja, drottin meðalvor? Svarinu hefur svarað á krossinum. Þannig að þú ert að segja að lausnin sé fólgin í því að við fáum loksins þá sönnun sem fólkið í eyðimörkinni var að biðja Já, en sönnunin ekki stöðugir kraftaverka dagskamta sem leysa öll okkar vandamál. Hún einn, alltækur atburður sem opinberar eðli Guðs. Þess vegna getur Páll sagt að við höfum frið við Guð og að kærleika Guðs hafi verið úttelt í hjört okkar með heilugum anda. Þetta innri fullvissa sem kemur í stað þörfarinnar fyrir ytri sannanir. Þetta það sem gerist hjá samversku konunni. Samtal hennar við Jesú færist frá deilum ytri tilbeðistu staði, fjallið eða musterið sem birtingamund þrættu yfir í tilbeðslu í anda og sannleika. Það lausnin. Þetta áhugaverð túlkun, en ég líti á þetta úr nógla með öfri átt. Ég held að lausnin í Kristi sé ekki afnám mannlegas veikleika, heldur dýfsta viðvikning á honum. Guð veitir nýjan og sterkari grundvöllur fyrir trú, ímynd vegna þess að hann veit hversu óendanlega erfitt það fyrir okkur að treysta skilreiðslust. Páll segir að Kristur hafi dáið fyrir okkur á meðan við vorum enn óstyrk. Fatot notar frönsku þýðninguna incapable styrie, ófær mun nokkunskapaðan hlut. Þetta nákvæm lýsing á fólkinu í eyðimörkinu. Þau voru óstyrk, ófærum að treysta af eigin mætti. Krossin því ekki fyrst og fremst svarið við synd þeirra, heldur svarið við vanmæti þeirra. Það góður punktur. Ég haf ekki litið á orðið óstyrk á þennan hátt, en ég velti samt verið mér hvort að breyti ekki hildarmyndinni. Ef áherslan á vanmátt þá ekki hægt við að við afsökum vantrúna, að við segjum við getum ekki annað, við erum bara svona, ekki ákallið samt sem áður að rísa upp úr þessum vanmæti með hjálp andans. Jú, vissulega, en það ekki afnám baráttunar, það nýtt og máttugt vopn í baráttunni. Þetta þýðir að kærleikur Guðs ekki verðlaun fyrir að ná fullkomnu trausti. Hann forsendan fyrir því að geta byrjað að treysta yfir höfuð. Hann sýndur, ekki af því að við vorum verðug og sterk, heldur einmitt af því að við vorum óverðug og óstyrk. Það kjarnin áðarinnar. Og það það sem gerir söguna Massa og Meriba að eilífri sögu,
ekki bara fornu víti til varnarar. Jæja, í ljósi umræðunar allavega ljóst að við horfum á þetta úr tveimur ólíkum áttum. Fyrir mér boðskapurinn stöðugt ákall til róttæks trústs. Efi og þræta lýst sem því sem aðskilur okkur frá Guði. Þetta trúst á ekki að vera háð ytri aðstæðum sem eru alltaf breytilegar, heldur á að festast í þessari óhagganlegu opinberun kærleika Guðs í Kristi. Hann býður okkur lifandi vatn sem fullnægir andlegum þorsta okkar og gerir kröfuna stöðugar ytri sanningar óþarfa. Það markmiðið sem okkur sett. Og þótti sé sammála því að traust sé markmiðið, þá tel ég að textarnir sýna umfram allt Guð sem mætir okkur þar sem við erum í veikleika okkar og efa. Frásögnina Massa og Meríba ekki aðeins saga mannlegan brest, heldur líka og kannski fyrst og fremst saga guðlega náð sem bregst við neyð þegar hún sem mest. Trúarferlið að mínu mati felur óhjákvæmlega í sér þessa spennu milli trausts og efa. Og erfileikarnir sjálfir, prófaraunar þér, geta orðið að tilefni til dýpri reynslu af trúfesti Guðs. Við erum þó greinilega sammála að spurningin traust algjörlega miðleg og greininga þá breytt sýnir vel hvernig þessi 1000 ára gamla saga úr eyðimörkinni sígild og tala beintin í baráttu hvers og eins við efa og þörfina fyrir fullvissu. Svo sennilega, hún afhjúpar að spurningarnar sem Ísraelsmenn báru upp sömu spurningarnar og við glímum við í dag þegar reynir. Og það augljóst að í þessu efni, eins og svo mörgum öðrum, enn mikla dýpt að finna.